Nú, hér ætla ég að sýna ykkur tvær leiðir í að leysa þessa jöfnu. Þetta er sama jafnan hérna vinstra megin og hérna hægra megin. Og ég ætla að velja það að hafa x-in vinstra megin hérna megin, en svo ætla ég að hafa x-in hægra megin við samansammerkið í þessari útgáfu hér. Og ég ætla að sýna ykkur fram á það skiptir ekki máli hvort ég hafi x-in vinstra megin eða hægra megin við samansammerkið. Það verður sama niðurstaðan. Kíkjum á þetta. Látum x-in vera hérna vinstra megin hér. Það þýðir að samansammerkið kemur hér og cx er óbreytt og því ég flyt hérna mínus 2x yfir þá breytist hann og verður plus 2x. Þá er það komið hérna vinstra megin. Nú 22 er óbreytt hérna hægra megin en ég þarf að flytja núna þennan fjarka yfir hinga hægra megin og hann endar þá sem mínus 4. Nú þá skulum við reikna út x-in og þá fáum við út 9x er jafnt og 18. Nú ég þarf núna að losna við þessa 9 og til þess að gera það þá þarf ég að gera akkurat öfugt við þessa margföldun sem er hérna á milli 9 og x-ins. Ég vil deila með 9 og gera það þá náttúrulega báðum megin. Við þetta deyr 9 og eftir stendur bara 1x jafnt og 18 deilt með 9 eða 2. En hvað gerist ef ég vel að hafa x-in hinum megin? Það breytir ekki neinu. Látum mínus 2x vera áfram hægra megin og þá þarf ég að flytja þessa 7x yfir og það breytist þá og verður mínus. Þannig að þetta verður mínus 7x þegar það kemur hérna yfir. Fjarkinn er óbreyttur hérna vinstra megin en þegar ég þarf að flytja 22 yfir hinga vinstra megin þá breytist þessi 22 í mínus. Þannig að þetta verður mínus 22 þegar þetta kemur hérna vinstra megin. Reiknum út tölurnar. 4 mínus 22 er mínus 18. Hinum megin, mínus 2x mínus 7x er mínus 9x. Núna þarf ég að losna við það sem hangir með x-inu, en það er ekki bara 9. Því að ef ég tek 9 bara, þá verður eftir mínusinn hérna. Og það vil ég ekki. Þannig ég verð að deila ekki bara með 9, heldur mínus 9. Því þá deyr mínusinn og 9 verður 1. En ef ég gerir þetta öðrum megin, þá þarf ég náttúrulega að gera það sama hinum megin. Það sem gerist þarna er að x-in eru þá orðin plus 1. En það sem gerist vinstra megin er að mínusinn drepur þennan mínus hér, þannig að raunveri er þetta bara 18 deilt með 9 eða plus 2. Og þetta svar er nákvæmlega sama og svar hérna vinstra megin. Þannig að það býttar ekki máli hvort við erum með x-in hægra megin við samansammerkið eða hvort við erum með þeim vinstra megin. Það breytir ekki öllu.